Eftir þetta fór Jesús borg úr borg og þorp úr þorpi, prédikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, 7 illir andar höfðu farið úr. Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Heródesar, Súsanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Nú var mikill fjöldi samankominn og menn komu til Jesú úr hverri borg af annarri. Þá sagði hann þessa dæmisögu. Sáðmaður gekk út að sá sæði sínu og þá hann sáði, féll sumt hjá götunni og var fótum troðið og fuglar himins átu það upp. Sumt féll á klöpp, það spratt en skrælnaði af því að það hafði ekki raka og sumt féll meðal þyrna og þyrnarnir spruttu einnig og kæfðu það. En sumt féll í góða jörð, óx upp og bar 100-faldan ávöxt. Að svo mæltu hrópaði Jesús: Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. En lærisveinar hans spurðu Jesú hvað þessi dæmisaga þýddi. Hann sagði: Ykkur gefið að þekkja leynda dóma Guðs ríkis. Hinir fá þá í dæmisögum að sjáandi sjái þeir ekki og heyrandi skilji þeir ekki. En dæmisagan þýðir þetta: Sæðið Guðs orð. Það fjall hjá götunni, merkir þá sem heyra orðið, en síðan kemur djöfullinn og tekur það burt úr hjarta þeirra, til þess að þeir trú ekki og verði hólpnir. Það fjall á klöppina, merkir þá sem taka orðinu með fögnuði, þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir trúa stund, en falla frá á reynslutíma. Það fjall meðal þyrna, merkir þá heyra, en kafna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífsins og bera ekki þroskaðan ávöxt. En það fjall í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið og geyma það í göfugu, góðu hjarta og bera ávöxt með stöðuglindi. Enginn kveikir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk, heldur láta menn það á ljósastiku að þeir sem inn koma sjái ljósið. Því að ekkert hulið sem eigi verður opinbert, né leynt að eigi verði það kunnugt og komi í ljós. Gætið því að hvernig þið heyrið, því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann ætlar sig hafa. Móðir Jesú og bræður komu til hans, en gátu ekki náð fundi hans vegna mannfjöldans. Var honum sagt: Móðir þín og bræður standa úti og vilja finna þig. En Jesús svaraði þeim: Móðir mín og bræður eru þau sem heyra Guðs orð og breyta eftir því. Dag einn fór Jesús út í bát og lærisveinar hans. Hann sagði við þá: Förum yfir vatnið, og þeir létu frá landi. En sem þeir sigldu, sofnaði hann. Þá skall stormhrina á vatnið svo að nær fyllti bátinn og voru þeir hætt komnir.
Þeir fóru þá til Jesú, vöktu hann og sögðu: Meistari, meistari, við förumst. En Jesús vaknaði og hastaði á vindinn og öldurótið og slotaði þegar og gerði logn. Og hann sagði við þá: Hvar er trú ykkar? En þeir urðu hræddir og undruðust og sögðu hver við annan: Hver er þessi? Hann skipar bæði vindum og vatni og hvort tveggja hlýðir honum. Þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galíleu. Jesús sé á land kom á móti honum maður nokkur úr borginni sem haldinn var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt, né dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú, æpti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu: Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig, kvel þú mig eigi. Því að Jesús hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og höfðu menn fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andinn hrakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann: Hvað heitir þú? En hann sagði: Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undirdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram að brattanum í vatnið og drukknaði. En hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gerst hafði, komu til Jesú og fundu manninn sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klæddan og heilvita við fætur Jesú. Og þeir urðu hræddir. Sjónarvottar sögðu þeim frá hvernig óði maðurinn hafði orðið heill. Allt fólk í héruðum Gerasena bað hann þá fara burt frá sér, því menn voru slegnir miklum ótta. Og hann sté í bátinn og sneri aftur. Maðurinn sem illu andarnir höfðu farið úr bað hann að mega vera með honum. En Jesús lét hann fara og mælti: Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur gert fyrir þig. Maðurinn fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði gert fyrir hann. En Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum, því að allir væntu hans. Þá kom þar maður, Jairus að nafni, forstöðumaður samkundunar. Hann féll til fóta Jesú og bað hann koma heim til sín, því að hann átti eingadóttur 12 ára að aldri og hún lá fyrir dauðanum. Þegar Jesús var á leiðinni þrengdi mannfjöldin að honum. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aleigu sinni, en enginn getað læknað hana. Hún kom að baki Jesú og snart fald klæða hans og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði: Hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur: Meistari,
Mannfjöldinn treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði: Einhver snart mig, því að ég fann að kraftur fór út frá mér. En konan sá að hún fékk eigi dulist, kom hún skjálfandi, fjall til fóta Jesú og skýrði frá því í áheyrn alls fólksins hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Jesús sagði þá við hana: Dóttir, trúð þín hefur bjargað þér. Far þú í friði. Meðan Jesús var að segja þetta, kemur maður heiman frá samkundustjóranum og segir: Dóttir þín er látin, ómaka þú ekki meistarann lengur. En Jesús heyrði þetta, sagði hann við hann: Óttast ekki, trúð þú aðeins og mun hún heil verða. Þegar hann kom að húsinu, leyfði hann engum að fara inn með sér nema Pétri, Jóhannesi og Jakobi og föður stúlkunnar og móður. Og allir grétu og syrðu hana. Jesús sagði: Grátið ekki, hún er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum, þar eð þeir vissu að hún var dáin. Hann tók þá hönd hennar og kallaði: Stúlka, rís upp. Og andi hennar kom aftur og hún reis þegar upp, en hann bauð að gefa henni að eta. Foreldrar hennar urðu frá sér numdir, en Jesús bauð þeim að segja engum frá þessum atburði.